Umsóknir mannanna 10 mun á næstunni fara til efnislegrar meðferðar í allsherjarnefnd Alþingis. Formaður allsherjarnefndar tekur ekki illa í þessar hugmyndir en segist ekki hafa kynnt sér umsóknir einstaklinganna saklega ennþá. Helgi ræddi við Róbert Marshall, formann allsherjarnefndar í dag. Mér finnst þetta mjög athyglisverð umræða sem við þurfum að taka. Ég er sjálfur sér ekkert búinn að skoða þessar umsóknir sem slíkar og vil ekki tala þetta kannski á þeim grundvelli. En svona almennt séð höfum við ekki farið í gegnum þá umræðu hvort að við værum tilbúin til þess að, svo má segja, nota ríkisborgararéttinn eða aðganga landinu til þess að laða til okkar einstaklinga sem eru frumkvöðlar í einhverju ákveðinni tegunda atvinnustarfsemi eða fjárfestar eða eitthvað slíkt og mér finnst sú umræða í sjálfu sér þurfa að fara fram. Það eru ákveðin lönd sem gera þetta, laða til sín fólk í því skyni að skapa atvinnu og svo framvegis. Bandaríkin og Kanada og þarna hópur fólk sem sækir á þessum grundvelli. Mér finnst þetta bara að vera umræða sem við þurfum að fara í gegnum. Það er mikilvægt ef að menn ætla að fara út í þetta að það sé þá pólitísk samstaða það. En þarf fólk að hafa ríkisborgararétt til að fjárfesta á Íslandi? Það þarf sjálfsög ekki að gera það. En sko, ef við á annar borð viljum fá erlenda fjárfestingu og eitthvað svona erlent fjármagn inn í landið og uppbyggingu á þeim grunni, er þá eitthvað verra ef að það eru íslenski ríkisborgarar? Hvernig myndum við svara spurningu frá einhverjum sem kæmi hingað eins og ég nefndi bara svona fræg nöfn eins og Bill Gates eða Steve Jobs sem myndu vilja sækja íslenskan ríkisborgararétt? Myndum við segja, myndum við tortryggja það eitthvað? Erum við þá að veita þeim einhver réttindi umfram það sem að þeir hafa nú þegar? Svo er ekki, held ég, í þessum tilfellum, sko. Þannig að við þurfum bara að ræða það.